Komið sæl og verið velkomin í þáttinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og prestur í verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni eða JELK. Getum notað þá styttingu. Og þú getur fundið okkur á jelk.is, jlk.is og á þeirri síðu finnur við líka tengla í Facebook síðan okkar sem og í YouTube síðuna. Og YouTube síðan verður meðal annars upptaka af þessum þætti. Sunnudagurinn kemur fyrsti sunnudagur eftir páska eða annar sunnudagur í páskatíma og þetta getur verið svolítið ruglingslegt þegar maður að setja nafn á sunnudaginn en þetta stafar af því að þetta náttúrulega fyrsti sunnudagur eftir páska en á sama tíma þá hann annar sunnudagur í páskatímanum sem að byrjar með páskum og varir alveg fram að hvítasunnu. Það þessi dagar sem að gyðingar gjarnan voru í Jerúsalem og biðu eftir hvítasunnu. Þessi tími kallaður páskatími og þá leggjum við áherslu á að mæta hinum upprisna Kristi. Kirkjur landsins verða skreyttar allan þennan tíma með hvítum eða giltum til merkis páskana nema að sé einhvern alveg sérstakt tilefni til einhvers annars. Og við ætlum bara að vinda okkur strax í að lesa ritningarestana og spjalla aðeins þá. Fyrir ritningalestur að finna í Sálmi 116, versum 1-9, en áður við lesum þessi vers ætla ég að gefa ykkur smá samhengi. Við erum í rauninni bara að lesa hálfan sálminn núna á sunnudag, en þessi vers 1-9, mynda þó ákveðna heild innan sálmsins og meiri segja það þannig að í grísku 70-manna þýðingunni svokölluðu, þá sálminu skipt í tvennt, þannig að þá það fyrst vers 1-9 og síðan það afgangurinn af sálmnum. Og eins og við munum heyra þegar við lesum hennar sálm að það hljómar eins og sálmurinn hafi orðið til við mjög persónulegar aðstæður. Höfundur sálmsins sem ekki nafngreindur var sjálfur í sálar angist en fann síðan frið hjá drottni. Fyrstu 2 versin gefa okkur þennan bakgrunn en síðan þetta eins og ferli sem útskýrt nánar frá með 3. versi. Sálmurinn telst ennfremur vera hluti af hinum svokölluðu Hallel-sálmum eða Halleluja-sálmum sem sálmur 113-18 og gyðingar syngja meðal annars þessa sálma við páskaháttíðina og gerðu það þegar á tíma Krists. Sálmurinn tengist þannig boðskap páskana og björgun frá glötun. Jesús og lærisveinar hans sungu sálmana sjálfir við kvöldmáltíðina síðustu og það þetta sem minnst á í 27. kafla Mattheusar Guðspjalls þegar við lesum í 30. versi þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til Olíufjallsins. Lofsöngurinn eða kannski réttara sagt lofsöngvarnir þá þessir Hallel sálmar sálmur 113-118. En áður við höldum lengra skulum við þá lesa sálmin og ég ætla að koma honum hérna á skjáin hjá mér fyrst. Þetta Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hefur hnykkt eyra sitt að mér og alla ævi vil ég ákalla hann. Snörur dauðans umkringdu mig, ángist heljar mætti mér. Ég mætti nauðum og harmi, þá ákallaði ég nafn drottins, ó drottinn, bjarga sál minni. Náðugur drottinn og réttlátur og vor Guð miskunn samur. Drottinn varðveitir varnarlausa, þegar ég var máttvana hjálpaði hann mér. Verð þú aftur róleg sála mín, því að drottinn gjöri vel til þín. Já, þú hreyfst sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun, ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Ég hugsa að þetta ekki að vera of erfitt að setja sig í fótspor höfundar þessa sálms. Við vitum öll það að dauðinn bíður okkar við lok ævinar. Vald dauðans óumflýjanlegt og við verðum öll að lokum hnignun og dauða að bráð. Við berjumst auðvitað á móti. Við reynum að senka öldruninni, við reynum að rækta líkamann og líta út eins og við séum yngri en við erum í raun og veru. Sumir þóra alls ekkert að vera spurður aldur sinn og skrökva jafnvel að þykjast vera yngri en þeir eru. Það auðvelt að heitlast til dæmis af Hollywoodstjörnunum sem eitt hafa formúum
til þess að líta unglega út. En samt sem áður það þannig að við þurfum öll sömul að lokum að horfast í augu við staðreyndirnar og þessi sálmur gefur okkur orðin til þess. Snörur dauðans munu umkringja okkur og kannski finnur þú nú þegar fyrir angist heljar. Við erum algjörlega varnarlaus, við erum algjörlega máttvana, gagnvart dauðanum, hann tekur okkur öll að lokum. Þessi sálmur hefur meira að hjarta samt sem áður. Því Drottinn er sá sem varðveitir varnarlausa og hjálpar hinum máttvana. Við þurfum því að játa að svo sé. Við erum varnarlaus og máttvana frammi fyrir dauðanum, en Drottinn er sá sem bjargar, jafnvel úr dauða, eins og sálmurinn segir í síðustu 2 versunum. Já, þú hreifst sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót mitt frá hrösun, ég geng frammi fyrir Drottni á landi lifenda. Hvernig getum við vitað að svo sé? Jú, svarið er eins og alltaf Jesús. Hann hefur gengið þessa leið nú þegar á undan okkur. Hann dó og hann reis aftur upp frá dauðum. Hann opnaði leiðina fyrir okkur, fyrir hverjum þeim sem að lifið í honum. Sá sem er skírður til Krists er íklæddur honum samkvæmt 3. kafla Galatabréfsins. Sá sem deyr með honum mun einnig rísa að nýju eins og hann. Við viljum að taka smá hlé hérna og síðan komum við aftur að vörmu spori og lesum síðari ritningalestur 15. kafla 1. Korinthubréfs. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestrana og guðspjallið fyrir næstkomandi sunnudag. Í síðustu viku lásum við 8 fyrstu versin í 15. kafla Korinthubréfs, það er að segja 1. Korinthubréfs, og þar segir postulinn Páll frá öllum þeim sjónarvottum sem sáu hinn upprisna Krist með eigin augum. Á skrifandi stundu voru flestir þeirra ennþá á lífi og hægt var að leita þá uppi og fá söguna staðfesta beint frá þeim. Við sem lifum 2000 árum síðar erum sem betur fyrir ekki mikið verð sett. Þótt svo að allir þessi sjónarvottar hafi látið lífið, höfum við nefnilega hið niður ritaða orð postulana. Það er varðveitt í Guðspjöllunum og í bréfum Nýja testamentisins. Eins og ég nefndi síðast, þá er ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en að Kristur sé upprisinn, nema maður sé bara hreinlega fordómafullur eða hrokafullur til þess að taka vitnisburð postulana alvarlega. En postulinn stoppar ekki þarna. Hann heldur áfram og talar út frá þessu afleiðingar þess að Kristur er upprisinn fyrir okkur sem á hann trúum. Hann talar meira sem þær afleiðingar sem myndir hljótast af því ef upprisa Krists hefði aldrei átt sér stað. Það var því áskorun á alla sem afneituðu upprisunu að finna hinn greftraða líkama Krists og sýna hann. Við skulum lesa þennan síðari ritningalestur í 1. Korinthubréfi, kafla 15, versum 12 til 21. En ef nú er predikað að Kristur sé upprisinn frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir yðar sagt að dauði rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisinn. Ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun vor, ónýt líka trú yðar. Við reynumst á að vera ljúgvottar Guð, þar við höfum vitnað Guð að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauðir rísa ekki upp. Því að ef dauðir rísa ekki upp, þá er Kristur heldur ekki upprisinn. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er trú yðar fánýt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og þá eru einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umkunnarverðastir allra manna. En nú er Kristur upprisinn frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar dauðin kom fyrir einn mann, kemur og upprisa dauðra fyrir einn mann. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn því þú hefur orð eilífs lífs.
hvert annað ættum við að fara. Það ætti ekki að fara framhjá okkur að það algjörlega óumdeilanleg grundvallar forsenda kristinnar trúar að Jesús hafi raunverulega risið upp frá dauðum. Það ekki nóg að Jesús hafi verið raunveruleg persóna eða hann hafi verið svona svakalega miskilinn maður eins og sumir segja. Það ekki nóg að halda í boðskapinn einan. Það óumdeilanleg grundvallar forsenda að Jesús hafi raunverulega risið upp frá dauðum. Því ef svo ekki, þá ekki til nein upprisa frá dauðum og þá engin friðþæging heldur fyrir syndir okkar. Þá það líf sem við lifum hér og nú allt það sem við höfum. Þá í besta falli ekkert meira og í versta falli eilíf refsing. Og þá boðskapurinn ekki bara hindurvitni, heldur gerir hann okkur að hinum umkunarverðustu mönnum sem til eru. Það ekki mín orð, heldur það orð postulans Páls. Ef svo væri, þá hefðum við sem trúum á Krist enga ástæðu til þess að þola einelti, hrakyrði og alls konar skammir og endalaust sé litið niður á okkur. Við þolum allt þetta og við þolum meira til vegna þess að við höfum Jesú Krist sem okkar drottinn og Guð. Hann þess verðugur að við þolum í rauninni hvað sem En við þess vegna vitnisburðurinn upprisu Krist svona mikilvægur. Við getum ekki án hans verið, eins og við vorum að lesa í ritningalestrinum, en nú Kristur upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Og fyrst svo hefur það afleiðingar, þær afleiðingar að við verðum að taka orð Krists alvarlega. Ef hann upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru, þar að segja þeirra sem dánir eru, þá hlýtur hann að vera sá sem hann sagðist vera. Hann Kristur drottinn, sonur hins lifanda Guðs, og þar með verðum við líka að taka öll orð hans alvarlega. Ef hann Kristur drottins, þá verðum við að trúa orðum hans, það augljóst. Og meðal þeirra orða eru talin orð hans heilaga ritningu, þar að segja Gamla testamentið. Jesús talar þar Adam og Eva, hann talar Abraham, Ísak og Jakob, hann talar Davíð konung, Jesaja spámann og fleiri sem sögulegar og raunverulegar persónur. Hann staðfestir að heilug ritning sé orð Guðs og sé bindandi fyrir okkur. Og það bindandi fyrir Guð líka, við skulum ekki gleyma því. Loforð Guðs sem gefin eru í ritningunni eru sönn og við megum treysta þeim. Þannig að hver sem trúir á Jesú og treystir á hann mun ekki glatast heldur eiga eilíft líf í honum. Nú skulum við aftur taka smá hlé og svo lesum við Guðspjall sunnudagsins í síðasta hluta þáttarins í dag. Góðan sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zacharias Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestra og Guðspjall næstkomandi sunnudags. Guðspjall þessa fyrsta sunnudags eftir páska eða annars sunnudags páskatímans, allt eftir í hvernig við veljum að telja dagana, að finna í Jóhannesar Guðspjalli 21. kafla, versum 1-14. Þessi saga á sér stað eftir upprisu Krists og postularnir eru farnir til Galileu og bíða þess þar að mæta Jesú. Ég vil benda hér á að hér í þessari sögu talað Tíberías vatn sem kennt við borgina Tíberías sem liggur við vesturströnd vatnsins. En vatnið líka kennt við stærra umráðarsvæði sem hét Galilea, þannig að sama vatnið kallað líka Galileu vatn. Þetta eitt og sama vatn. Við skulum þá lesa Guðspjallið úr Jóhannesar Guðspjalli 21. kafla, versum 1-14. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur og þá við Tíberías vatn. Hann birtist þannig: þeir voru saman Símon Pétur, Tómas kallaður Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedeus synir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá: ég fer að fiska. Þeir segja við hann: við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert.
Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni, lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá: drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þeir svöruðu: nei. Hann sagði: kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur: þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og dróu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: komið með nokkuð af fiskunum sem þeir voru að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land, fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá: komið og matist. En engin lærisveinanna dirfðist að spyrja hann: hver ertu? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim og svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum, upprisinn frá dauðum. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall: lof sé þér, Kristur. Hvers vegna er postulinn Jóhannes að eyða bleki og papírusrullu í það að segja þessa sögu? Við vitum það frá kaflanum á undan og reyndar frá Jóhannes Guðspjalli öllu að Jóhannes hefur valið þær frásagnir sem hann skrifaði niður með mjög mikilli vandvirkni. Þessi saga er ekki útskýrð neitt frekar, en hún er heldur ekki alveg búin. Það sem kemur strax á eftir, þegar Jesús og postularnir hafa matast og borða fiskinn, þá spyr Jesús Símon Pétur 3 sinnum hvort að hann elski hann. Hann kallar hann síðan til þess að gefa sauðum sínum mat. Hér fær Pétur í raun og veru uppreisn æru eftir að hafa afneitað Kristi 3 og síðan myndir á hlutverk sitt sem postuli. En aftur að Guðspjalli sunnudagsins. Það fyrsta sem við tökum eftir hér er að postularnir eru ekki allir samankomnir, heldur þetta þeir sem að kunnu að veiða fisk. Það eru þeir Símon Pétur og Sebedeus synirnir Jakob og Jóhannes, og að auki eru þarna Tómas og Natanael sem virðist hafa heitið Bartolomeus öðru nafni, og síðan 2 ónafngreindir postular. Þeir eru úti á vatni að veiða í alla nótt en fá ekki fisk. Síðan stendur Jesús þarna á ströndinni að morgni dags og kallar til þeirra og spyr hvort þeir hafi fengið fisk. Okkur er sagt að postularnir hafi verið nokkuð langt frá landi og augljóslega það langt að þeir sá ekki að þetta var Jesús, en þeir heyrðu samt vel í honum. Hljóðið berst vel yfir vatnið, sérstaklega þegar það er blankandi logn, og það lítur þá að verið algjörlega logn þarna morgunin. Jesús segir þeim fyrst að kasta netinu hægra megin við bátinn og þeir fara eftir því og þá fyllast netin. Þetta er augljóslega mikið tákn og það er furðulegt að Pétur áttar sig ekki strax á því að þetta er hliðstæða við það kraftaverk sem síðan átti sér stað þegar Pétur var kallaður til þess að fylgja Jesú. Þá hafði Jesú sagt við Pétur: óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. En Jakob kannast við orðin og kannast við það sem er að gerast og hann segir strax: þetta er drottinn. Þegar þeir síðan koma í land hefur Jesús kveikt eld og lagt bæði brauð og fisk á glóðirnar. Þetta er sami matur og Jesús notaði þegar hann mettaði mannfjöldan og það voru allavega 3 mismunandi tilvik þegar það átti sér stað. En hér beður hann Pétur að bæta svolítið við úr afla sínum og Pétur fer strax að stað til þess að skoða netið. Og hér kemur atriðið sem að margir hafa reynt að skilja en vantar síðan gott svar við. Af hverju er okkur sagt að séu 153 fiskar í netinu og stórir fiskar? Þetta er augljóslega atriðið sem sýnir okkur að aflinn var mjög mikill fyrir svona lítinn fiskibát á Galileuvatni og síðan líka tekið fram að þeir voru stórir. Þetta voru stórir og margir fiskar.
En samt sem áður rifnaði netið ekki eins og það gert eins og það gerði við köllun Péturs. Hér þarf þó ekki að rýna meira heldur en nákvæmni Jóhannesar í frásögninni. Það nefnilega ekkert í frásögninni sjálfri sem að bendi til þess að talan sé einhverju leyti tákræn. Allar tilraunir til þess að lesa eitthvað tákrænt út úr þessari tölu verður þá ekki meira heldur en getgátur. Þetta sem sagt þriðja skiptið sem Jesús birtist postulunum. Hann sýnir þeim tákn sem að skýrir fyrir okkur að þessi uppreisni Kristur nákvæmlega sá sami Kristur sem lærisveinarnir höfðu þekkt. Sá sem kallaði Pétur og vildi láta hann menn veiða, hafði engan veginn gleymt þessari köllun, né heldur því að Pétur var nú sendiboði fyrir fagnaðarerindið. Nú þar að auki sýnir þessi sagði okkur þjónustulund Krists. Hvernig hann sá fyrir postulunum og gaf þeim meira að segja mat, hann gaf þeim brauð og fisk. Kirkja Krists á að taka sér þessa þjónustulund sér til fyrirmyndar. Til dæmis hlutverk prestana fyrst og fremst að þjóna söfnum sínum með orði Guðs og sakramentinu. En söfnuðurinn á líka að láta sér annt persónuna alla og sjá til þess að við höfum það sem að líkami og sál þarnast. Ég ætla að láta þetta duga hér og þakka ykkur samfylgdina í dag og vona að þátturinn verði ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst góður undirbúningur fyrir messu á sunnudaginn. Verið sæl, við heyrumst að viku liðinni.